Í Sálmi 119, vers 30-31 segir: Ég hef útvalið veg sannleikans, sett mér ákvæði þín fyrir sjónir. Ég held fast við reglur þínar, Drottinn, lát mig eigi verða til skammar. Til eru tvær miklar meginreglur, önnur meginregla hlýðninnar, hin óhlýðninnar. Við þörfnumst öll meira af kristilegu hugrekki svo að við getum lyft upp þeim staðli sem boð Guðs og trúin á Jesú eru letruð á. Markalínan milli hinna hlýðnu og óhlýðnu verður að vera skýr og greinileg. Við verðum að hafa bjargfasta ákvörðun að gera vilja Drottins ávallt og allstaðar. Kristilegu styrkur fæst með því að þjóna Drottni trúverðurlega. Ungir menn og ungar konur verða að gera sig grein fyrir að hinn æðsti heiður sem þau geta öðlast að vera eitt með Kristi. Þau ættu að keppa eftir siðferðislegu sjálfstæði af hinni strengilegustu trúmennsku og þetta sjálfstæði ætti þau að varðveita gegn hverjum þeim áhrifum sem kunna að reyna að snúa þeim frá meginreglum réttlætisins. Í för pílagrímsins persóna sem kölluð eftirgefanlegur. Æsku fólk forðist þessa persónu. Þeir sem hún á að sýna eru mjög eftirgefanlegir og eru eins og strá skekið í vindi. Þeir búa ekki yfir neinum vilja krafti. Sérhver æsku maður þarf að rækta með sér einbeitni. Tvískinningur viljans snara og mun leiða margan æsku mannin til glötunar. Verið staðföst því annars mun hús ykkar eða lunderni vera byggt á sandi. Hugsun Drottins mælikvarði lífsins kristna. Hvert tangur og tetur af okkur ætti að vera gagntekið af hinum lífgefandi meginreglum himinsins. Hljóm það sem margir eru svo önnum kapnir við og sóar tíma þeirra þokar í réttmæta stöðu fyrir sannri guðrækni, helgandi og biblíulegri. Heimurinn krossgötur sannleika og valkosta. Hann reynir að samfara fólk eindregið að sannleikurinn sé huglægur og afstæður. Hann færir heimspeki á persónulegra stig með því að umbera það sem satt fyrir einamannesku, jafnvel þótt það sé ekki siðferðislegt eða guðrækið, svo framalega sem það veitir ánægju og hamingju. Heimurinn segir að það sé í lagi svo lengi sem þú ert ánægður. Það getur verið frekar ruglingslegt hverjum á að fylgja. Hver hefur rétt og hvað rétt? Eða hvaða leið á að fara? Hvernig getur kristinn maður þrifist í svona umhverfi? Fyrir kristinn aðeins einn sannleikur og einn staðall sannleikans. Það Guð. Til að þekkja og skilja sannleika Guðs þarf kristinn maður að þekkja orð Guðs, Biblíuna. Líkt og þegar þú vilt ná árangri í náttúrufræði eða starffræði, þá eyðir þú miklum tíma í að lesa, læra og æfa það sem þú lærir. Það engin annar sannleikur fyrir hina kristnu. Guð og orð hans einn sannleikurinn. Helga þá í sannleikanum, þitt orð sannleikur. Veldu veg sannleikans, það alltaf valkostir sem þú þarft að velja úr, en þegar þú ert leiddur af anda Guðs, getur þú séð veginn skýrt. Augu þín eru opin, eyru þín heyra og skilningur þinn dýpkaður. Þú getur séð hlutina í réttu samhengi. Þú getur skilið afleiðingarnar. Þú hefur viskuna sem leiðsögn Guðs orðs. Jafnvel þegar það eru margar meginreglur og heimspeki í kringum þig. Þá ruglast þú ekki og þú veist hvaða leið þú átt að fara og hvert leiðin þín liggur. Og ef það eru ástæður sem geta verið of erfiðar að skilja og of ruglingslegar til að vita hvað á að gera, þá besta og öruggasta leiðin til að ákveða. Veldu veg sannleikans. Hver vegur sannleikans? Það Jesús Kristur. Veldu Jesú, leið hans, orð hans og meginreglur hans. Jesús sagði við hann: Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Að velja að fylgja Jesú mun aldrei leiða þig afvega. Þú munt ekki villast. Þú alltaf með snjallasta GPS-tæki lífsins í hendinni, besta áttavitan, hinn besti ráðgjafi,
Leyfðu Jesú að vísa veginn.